þetta bara ekki boðlegt fyrir foreldrarna upp í Breiðholti að staðan sé þessi. Og ef hún svona í einum árgangi, hvernig þá í hinum árgangunum? Breytingar sem gerast hratt hvað menningu varðar, þær skapa ákveðna ógn og óvissu í hugum fólks. Það bara ákveðin staðreynd og það getur alveg að segja það að það eigi kannski ekki gera það, en það virðist gera það og það sýnir sér bara á hegðun milljóna manna að það gerir það. COVID er gott dæmi þetta. Bara heil þjóð, hún bara hneigði svo og beygði eftir ákvörðunum 3 einstaklinga og margar þeirra voru þannig að þú sást að þær voru ekki réttar. Jón Pétur Símsen, enn og aftur, hvað segirðu gott? Ég segi bara allt mjög gott. Nú ertu orðinn alþingismaður. Já, þetta gerðist hratt, en gerðist. Já, þetta fara rauk fyrir því. Hvað segirðu fyrir, sko? Þú ert skólamaður. Já. Þau eru búin að vera á dagskrá núna síðustu daga. Sko, mér langar að tala um Breiðholtsskóla. Já. En mér langar aðeins að fara líka aðeins í dýpri rætur í þetta og byrja á að spyrja. Það núna höfum við verið að ræða þessi mál þvers og kruss, PISA-kannanir og margt fleira. Já, einmitt. Er skóli án aðgreiningar skóli án menntunar? Ég held að skólan aðgreiningar sé að það er ekkert að taka svona djúpt í árinni með það, sko, að skólan aðgreiningar sé skóli án menntunar, en það eru vissulega, sko, inn í skólunum eru ákveðin tilfelli sem að hægja á menntun og einhverju tilfelli koma í veg fyrir menntun, miðað við það sem maður heyrir hérna, til dæmis það sem við erum að fjalla með Breiðholtinu, að þar samkvæmt foreldrum þá virðist lítið nám hafa farið fram hérna í einhverja mánuði. Einhver ár sögðu? Já, einhver ár. Þessi árgangur hafa bara verið svona í mörg ár og þetta hafa verið svona síðasta örþæri var ráðið þegar þessi faðir stígu fram á bylgjuna. Já. Og lýsir þessu, reynda líka, Morgunblaðið náttúrulega var búið að fjalla um þetta örlítið áður. Akkurat, ég hitti þennan mann, hann kom og hitti mig, þannig að ég svona þekki nú aðeins til sögunar. Þetta hefur verið að ágerast samkvæmt þeim í mörg ár og viðbrögðin frá borginni finnst mér að mörgu leyti þekkt. Ég kannast mjög vel við þessi viðbrögð, þau eru einhvern veginn að sópa ykkur undir teppið og klæða þetta í einhvern búning eins og þetta sé einhverju vinnsla og einhverju ferlar í gangi og, sem skila síðan sjaldnast nokkru og þetta eru mál sem þarf bara að taka á frá fyrstu stundu þegar það er tilkynnt svona, þá þarf að eyða töluvert mikilli vinnu í það að uppræta þetta og komast til betri vega fyrir alla. Og það virðist bara vera ekki svo hæfni til í borgarkerfinu eins og staðinni núna. Þetta gerist og búin að eiga langan aðdraganda. Þá spyr ég hver ber ábyrgð á því. Það hlýtur einhver sem fær laun einhvers staðar að bera ábyrgð. Við getum ekki dreift ábyrgðinni þannig að það sé bara eitthvað 20 manns sem beri 5% ábyrgð hver. Þetta liggur á borði einhvers og þegar svona börn eigi hlut eins og þarna bara fjölda mörg börn í heilum árgangi eins og sagan segir og hún trúverðug þessi saga. Þetta ekki eitthvað svona saga sem að bara heyrist hingað og þangað og sé einhvern veginn. Það eru í raun, jarðvegurinn þarna til staðar og hver ber ábyrgð á því að ekki búið að hjálpa þessum árgangi og þá bara hver sem það eru öll börn undir, það eru líka börn sem hafa mögulega lært, en þau eru bara þannig gerð kannski að þau geta lært í gegnum hríð og skafla, sko, en það á ekkert að vera þannig. Nei, mér finnst þetta svo kostulegt og þetta náttúrulega, sko, það sem að þú og Hermundur eru búin að vera að tala um núna í einhver ár sem þetta PISA-kannanir og annað. Já. Mér finnst þetta ekkert vera þetta ekkert því óviðkomandi. Alls ekki. Ég held að þetta sé bara að stórum hluta sami hluturinn og ég var með þetta hlust á ég mikill aðdáandi Kolbrúnar Baldursdóttur sem núna farin úr borginni fyrir Flokk fólksins til Alþingis. Ég sagði reynda við Ingu senast hún var að hún ætti að reyna að fá Kolbrúnar Baldurs yfir Alþingi út af því að ég held að hún hafi mikið hana spunnið.
en hún var aftur á móti á Bylgjunni í morgun þar sem hún var að fjalla meðal annars þessi mál Já, og þar einmitt út af því að þau eru núna í meirihluta viðræðum og Heimir svona benti á það að það sé svolítið galið að þegar að Morgunblaðið spyr út í svona það sem er að gerast hjá borginni í þessum efnum að það var ekki hægt að svara því út af því að það eru meirihluta viðræður í gangi og maður hugsa bara, guð minn góður, hvað er eiginlega í gangi? Þá var það einhver held ég frá Framsókn reyndar en Kolbrún Baldursdóttir fór einmitt að tala um það að það væri ákveðin svona teymi og svo nefndir og svo einhver önnur teymi og aðrar nefndir sem að væru möguleiki að tala saman en það væru allir að vinna svo rosalega gott starf. Mér langar bara að segja, það er ekki fólk að vinna gott starf hana. Það er bara þannig, ef þetta er svona að þá er fólk sem er að vinna illa. Það eru vanhæft fólk innan stjórnsýslunar sem er ekki að standa sig og það þarf að víkja og það þarf að koma fullorðið fólk sem að getur tekist á þessum vandamál. Það að við séum með foreldra sem þurfa að takast á við svona í mörg ár og við afsökum út af því að það er einhver kerfi sem er ekki að tala saman, er það eitthvað biluð? Já, þarna sést bara vel í hvaða sæti börnin eru. Þau eru ekki í framsætinu, þau eru ekki í aftursætinu, þau eru í opinni kerfi lengst aftast í bílnum. Og þetta er í raun, þetta er svona birtingamynd skeytingarleysis gagnvart börnum og þetta er algjörlega óþolandi og að ætla fólki það, heldur fólk virkilega að þessi faðir sem kemur fram undir nafni, að hann sé einhverjum pólitískum tilgangi að koma þarna fram. Alls ekki, þetta er ofboðslega erfitt, þetta er barnið hann sem er hann undir. Og ekki að fara að auðvelda barninu núna, held ég? Nei, þú veist, þetta er bara risamál og þetta sé ekki ávarpað þannig að það sé ekki tekið þannig í taumana, það sé ekki komin bara liðsauki til að athuga inn í skólanum hvort það sé að gera eitthvað, skipta fólki út eða gera eitthvað. Það má alveg skipta fólki út innan embættismannakerfisins ef að menn standa sig ekki, það hlýtur að mega. Þetta, þú veist, við getum ekki verið það æviráðin að við klúðrum hlutunum og getum ekki unnið með hlutina, menn hvað er skólastjórn í þessu máli? Það er talað við aðstoðarskólastjórn hægri vinstri, skólastjórn ber ábyrgð á þessum hlutum. Hann er samkvæmt lögum ábyrgur fyrir skólanum, heyrist ekki múkk í skólastjórn. Ef þetta hefði gerst í skóla þar sem ég væri, þú veist, ég stæði í því að koma þessum málum til betri vegar. Þetta er bara ekki boðlegt fyrir foreldrarna upp í Breiðholti að staðan sé þessi. Og ef hún er svona í einum árgangi, hvernig er hún þá í hinum árgangunum? Þú veist, það sársaukaþröskuldurinn hækkar og hækkar og hækkar og þá er þetta að benda, það er bara svona þarna og það er þetta ekki jafn slæmt hér. Þetta er þetta partur af því að börnin ná ekki árangri í skólastarfinu þegar svona vettlingatök eru inn í kerfinu og fólki sem er að stýra þarna á skóla og frístundasviði, þetta fólk er bara allt og langt frá því að það sem eldurinn brennur og það tengir bara ekkert við þetta og þetta bara þekki maður vel. Men ég var upp í skóla frá 98, upp í réttarskóla og meðalskóla síðan 1 ár. Það kom aldrei neitt að skoða upp í skóla hvað var í gangi, hvort það var eitthvað jákvætt eða neikvætt. Og þegar ég bar þetta upp á stjórnmálamenn, Skúli Helgason var talaði nú digubarkarlega, jú, ég kom upp yfir, þá var það til að skoða húsnæðið. Þú veist, að því að þá voru menn að fara að kjósa í skólanum og þá þurfti að athuga hvort það væri aðgengi fyrir fólk að kjósa almennilegt. En þá notað fólk svona, þetta er í einu skólamál hafa verið aftarlega og börn í þessu samfélagi og fólki með þessu sem er komið og er ráðið til að vinna í þessum málum. Ef að þetta er árangurinn, þá er ekkert skrítið hvar við erum stödd í þessu kerföllu. Og ég vona að þú að hlusta á jómfrúaræðina mína, þar sem ég fór aðeins yfir þessi mál, því að við erum við alkul varðandi nám og líðan barna í skólum. Ég út af því að við höfum náttúrulega rætt þessu hluti áður, ég hef einmitt sagt það og það reyndar bara er þannig að ég mun aldrei setja barnið mitt í opinbert kerfi ef að það er ekki búið að batna á næsta árum. Og tíminn líður og þetta virðist bara að vera að versna. Það er bara ekki að ræða að maður seti krakkan sinn í þetta kerfi miðað við hvernig það er. Og þetta er ástæðan fyrir því ég líka að segja að þetta sé ekki ótengt því sem við höfum verið að ræða þess að við PISA-kannanir og annað að þá er þetta bara virðist vera bara algjörlega bara sjálfvirt svar þeirra sem bera ábyrgð er bara við könnumst ekki við þetta er ekki vandamál
eða þá þetta í einhverju vinslu hjá einhverju nefnd eða einhverju teymi eitthvað sem sér ráðið og hefur ekki hugmynd hvað að gera. Þetta eiginlega með ólíkindum og það er svo mikil ákvarðanafælni hvað varðar öll þessi mál. Já. Við erum hérna eins og þannig kemur inn til dæmis að það einhver menningamunur sem líka vandamál út af því að það næst ekki í foreldrana. Ég meina, þá bara einhver að fara í það án þess að vera eitthvað feimin við einhvern rasista stimpil eins og faðirinn segir, já nei þeir eru bara augljóslega hræddir við einhvern rasista stimpil, hann segir það ekki beint út en það var augljóslega sem hann var að segja og ég hef bara, eins og segi, það ekki hægt að bjóða fólki upp á það að þú fáir að kenna því miðað við þessa forsendur, við allar aðrar svona aðstæður að það myndi ekki vera líðandi að þú værir að láta barnið þitt í einhverjar aðstæður þar sem boðið upp á svona og þegar að slík mál koma upp að þá bara einhvern veginn hummað af sér og eitthvað algjörlega ótækt fólk að takast á við það sem með svo mikla ákvarðanafælni að það bara gerist ekki neitt í málaflokkunum. Já, þú sérð bara þegar fólk talar þetta að það leggi ekki að stíga inn í þessi mál út af einhvern stimplum. Hvernig andinn þá í samfélaginu ef að fólk hrætt við þetta? Þú veist, það ekki boðlegt og vonandi á bara þurrka það út og ræða málin í þágu barna. Hvort sem að vandinn byggir á einhverjum menningarlegum mun, félagslegum, fjárhagslegum, börnin eru ofdekruði, það skiptir enga máli. Við þurfum bara að takast á við vandann ef hann til staðar. Og veist, ég tala hér hátt og hef læti með þetta og gagnrýni hlutina. Og þá það gott að einhver gera það. Já, þá stundum spurt og hvers vegna, þú veist, út af hverju gerir þú ekki eitthvað í því? Þá ætlum ég bara að segja það hér í eitt skipti fyrir öll og vonandi menn hlusti þá bara og taki það út úr þessu viðtali að staðan í þeim samfélagum sem ég hef verið í skólum ekki þessi. Auðvitað hafa komið einstaka mál en það hefur verið tekið á þeim og staðan, það sem maður hefur verið í þessum skólum, bæði réttarhaldsskóla og svo gerast það líka í Melaskóla, þá staðan allt önnur. Hún allt önnur. Og þar sem sagt fólkið, foreldrarnir í hverfinu og börnin eru ánað með skólan sín. 97% og 3% ánað. Mjög ánað. Þannig að þetta, þú veist, það alveg hægt að gera þetta, en það bara engin áhugi á því að skoða þau dæmis þar sem gengið þau vel. Og það svona partur af þessu af því að þetta einhverjum svona hálfgerðum virðist vera, ekki að minni hálfu, í einhverjum skotgröfum, hvort það séu hvað pólitískar eða hvað. Það allavega þannig, það ekki nokkur áhugi á að athuga það hvað hefur gengið vel í einhverjum skólum, þannig staðan ekki það sem við erum að sjá í Breiðholtinu. Það eru skólar þar sem staðan allt önnur, en það bara engin áhugi á umræðu það. Mig sem að kemur nokkur náttúrulega inn á að Heiða Björg Hilmisdóttir sem núna einhverjum óskiljanlegum ástæðum komin í þá stöðu talaði ekki ógrallað hana að vera komin í þá stöðu að vera að fara að mynda meiri hluta yfir borginni sem að ég bý í. Maður svo skrítið að segja þetta Já, ég held að ég seti húsið á sölu ef hún verið borgarstjóri. Ég búinn að vera að skoða í hús og einmitt í öðrum bæjarfélögum og ég sagði einmitt við vini mína að það væri allavega gaman að geta sagt að við horfið strax á þessi meirihluti tók við ef hún verður borgarstjóri og ég ekki að yfirfæra þetta yfir á allar þær. Ég meina, mér finnst sannallir meins vera frábær, við erum ósammála allt í pólitík, mér finnst líf líka mjög fín og við erum ósammála allt í pólitík, en Heiða Björg Hilmisdóttir hefur aftan á móti eins og með þig ég held að nú í hver einsta viðtali en hún dílitaði þér af Facebook þegar þú varst með umræður hvað væri að eiga sér stað til þess að takast á við vanda varðar PISA-kannanir ungra barna og barna. og eins og segið, það alltaf þegar að hún til viðtals að þá það einhvern veginn ekkert hennar vandamál og samt hennar vandamál út af því hún ætlar að takast á við það en allt upp að þeim tímapunkti sem að vandamálið komin á þann stað sem að vandamálið komið að þá var það ekki henni að kenna og maður bara hvað eiginlega að gerast hérna? Já, hún formaður samband íslenskra sveitarfélaga Já, heimilt, og oddviti samfylkingarinnar. Akkurat, en ég held að miðað við svona tilburði Kristrúnar í þessu málum öllum. Já, ég held það líka. Ég held að þarna Heiða Björg Hilmisdóttir, hún tilheyri sem betur fer gömlu samfylkingunni. Já. Og
og Kristrún hefur nú sýnt það í verki að hún óhrædd við að ganga beint og óbeint til verks að ýta því fólki til hliðar. Við sjáum bara hvernig Oddný, hún laði ekki að bjóða sig fram. Þórunn orðin forseti Alþingis. Ég er ekki að segja að það sé svona einhver úrelding fólkin í því, en hún allavega ekki ráðherra. Og Dagur B. sessunautur minn á Alþingi, hann núna fengið alveg að kenna á því hvað nýju samfélkingunni finnst gömlu. Og þetta eru svona ákveðnir stjórnarhættir sem að hugnast mér ekkert alltaf að gera þetta svona, en maður kannski ánægður þegar að því þetta svona hægri samfélkingi sem að tala þarna, ýta fólki til hliðar sem að svona vinstri sín og byggir á þessum litla þingflokki samfélkingar sem var eftir kostingarnar 2013 að mig minnir, þegar þeir hrundu algjörlega og voru nærið farnir út á þingi síðar. Ég kom í 5,6% eða eitthvað. Já, akkurat. En það sem svona nýfengin völd og auður sem samfélkingin núna með í borginni, þetta vand með farið, nýríkt fólk, það á oft til að eyða peningunum hratt og klessukera allt og vera komið aftur bara á verri stað en það var í upphafi, og maður hefur það svolítið á tilfinningunni miðað við það sem búið að gerast og það sem í raun Kristrún sem svona andlit ákveðnar skynsemi og hægri sveiflu vinstrimanna, og hún fellur svolítið í kramið hjá fólki sem hefur kannski ekki fundið sig í hægri sjálfstæðisflokki eða hægri viðreist, hvort sem viðreist hægri eða vinstriflokkur. Þannig að hún þarna með tilburði gagnvart gömlu samfélkingunni, og svo það líka þetta að hvernig svona hennar undirsátar, svona hvolpásveitin hennar einhvern veginn hegða sér líka. Við getum séð það að til dæmis hvernig Jóhann Páll hegðaði sér í ræðinu sinni og sakaði Sigurð Inga lygi. Það var mjög sérstakt vegna þess að Sigurður Ingi var bara að vísa til þess hvað Kristrún hafði gert. Hún braut þingskapalög, og það heiðarlegt ef þú breytir stefnuræðinni. Hún breytti stefnuræðinni, og það ekki tilviljun að við fáum stefnuræðin að senda 2 dögum áður en hún flytur hana. Það til þess að formenn stjórnarandstöðunar geti undirbúið sig, og síðan ef þú breytir henn og lætur engan vita hvort sem það var vísvitandi eða ekki, þá þetta ekki nógu gott, og fólk kann að hlakki í fólki, já, gott á Sigurð Inga, og kannski fannst fólki þetta fyndið, en það samt þannig, þetta Alþingi, þetta æðsta stofnun lýðræðis á Íslandi, og við verðum að sinna þeim reglum sem þarna, því annars, þú veist, ef þetta fyrir að vera einhver hefð að stefnuræðum sé breytt og það komið eitthvað nýtt á ögurstundu, þá getur það bara eyðilagt heilu ræðurnar hjá næsta manni sem ætlar að koma og svara fyrir það sem átt að vera. Og það auðvitað var þetta ekkert risa mál, en þetta bara prinsipið að gera þetta, og sama síðan með Jóhann Pál að hann góli það yfir Sigurð Inga að hann sé lygari. Sigurður Ingi tók það alveg algjörlega fram í sinni ræðu að þetta var upphafsræðan sem var að vísa til. Ég veit ekki alveg hvort að Jóhann Páll gerði þetta vísvitandi eða ekki heldur. Nei, ég ætla að grípa hana bólta. Ég út af því að ég alveg sammála, Kristrún náttúrulega ekki að vera að breyta ræðu sinni ef það í þingskapalögum. Ég ætla á móti ég fylgist mikið með stjórnmálum, það kemur mér pínu óvart að þetta sé í þingskapalögum, kannski hefði hann átt að vita, en ok. Sigurður Ingi þarna mættur, og það stefnuræða forsætisráðherra. Kennarasambandið með mótmæli fyrir utan. Sigurður Ingi á staðnum, hann á fyrsta lagi að gera ráð fyrir því að þetta komi fram í ræðunar, og í öðru lagi að hlusta ef hún að fara með ræðuna sína, ekki mæta upp og kvarta. En kannski hann hefði átt að vita, en svo klára þetta. Ég alveg sammálaður að þú veist, það kannski óvælega, en ég meina Jóhann Páll hefði ekkert átt að vera að tengja saman þessa punkta að mínum mati, ef þú veist, hann á ekkert að vera inn í því að stefnur að hennar sé komin út, hann bara einbeitir sér sinna eigin ræðu, svo náttúrulega vissulega breytur hún henni og fjallar þetta, en Jóhann Páll náttúrulega bara spottar legar. Þetta ekkert eitthvað að leiða þau í gildru eins og það þarf ekkert að vera, en bara hann útskýr þetta frá A til Ö. Stefnuræðin send út til að við getum brugðist við henni. Sigurður Ingi sér
og ég sá þetta sjálfur í stefnuröðina, það er ekkert minnst á kennara. Heyrðu, þetta er ótrúlegt. Ég ætla bara að skrifa mína ræðu hér og benda á það að fullt af þúsundum barna, kennara og annara er í miklu vanda. Ég ætla að ávarpa það í ræðinu minni og ég ætla að eyða kannski af mínum 12 mínútum, ætla að eyða 3 mínútum í þetta. Og svo þegar það hólminni komið, þá allt í hennu bombar hún þessi inn. Hvað gera það fyrir ræðina Sigurðs Inga? Og hún bombaði sig, hún setti þetta bara inn. hún setti þetta, hvað sem þú segir það? Hún setti þetta inn án þess að hann vissi það. Ég bara ítreka það. Þetta kann að vera léttvægt. En það er bara prinsipið í því. Þetta getur verið allt annað eftir nokkur ár. Það sem maður getur komið eitthvað, ef að þetta verður hefð, þá getur stjórnarandstaðan ekki undirbúið sig. Þá er bara óþarf að senda ræðuna. Höfum þetta þá bara óundirbúið handa fyrir stjórnarandstöðuna. Ef að þetta er bara mál, þetta er bara allt í lagi, þetta er bara fyndið og allt til að haha, Sigurður Ingi var svo kjáni. Hann hlustaði alveg, hann sagði, hann nefndi það, býttu Þórarinn, hann nefndi það í upphafsræðinu var þetta ekki inni. Hann sagði það. Já, það kom reyndar eftir á. Nei, það kom í hans ræðu. Kom það í hans ræðu? Hann nefndi þess inni ræðu. Hún myndist ekkit á því upphafsræðinu sinni og svo var hann sagði ljúga. Hann nefndi það upp á og þú veist, auðvitað hvarf það bara í eitthvað orðagjálfur og... Já, en hann hefði átt að gera ráð fyrir því að þegar þau eða hann fyrir utan, þá myndi hún eitthvað ávarpa það. Já, auðvitað gera ráð fyrir því, en það var ekki í ræðinu hennar, þess vegna myndist hann á það. Ég ætla samt að gefa þér smá tips hérna, ég ætla segjum við séum búin að slökkva kamerunum, ég ætla að gefa þér smá ráðin í stjórnmálinn líka, sko, að ef að þið ætlið að, sko, virkilega undirbúa okkur fyrir næstkomandi kosningar, að þá munu þið þurfa að einbeita ykkur að stærri málum heldur en einhverjum töði ræður og vera eitthvað að verja Sigurð Inga í þessu, vera að segja Jóhann Páll sé að leiða einhvern í gildur og eitthvað svona þvaður og líka hætti að töðu verið þessu herbergi og vinni það bara aftur. Já, bara algjörlega sammála því. En þetta er samt svona þessi prinsip. Nei, þetta er ekki prinsip. Nei, þið þurfum líka að vera á ákveðnum prinsipum sjálfir undir þeim formerkjum að þið eru að sko, veita stórum málunum athygli. Þið eru alltaf að segja að stórum málunum fá ekki nægilega mikla athygli og að það sé svona stór mál sem að samfélgin er ekki að fara að geta tekið á, orkumálin og fleira sem að Jóhann Páll er bara að pakka ykkur saman í. Þið eru bara að slá ryki augun á fólki út af Jóhann Páll er að pakka ykkur saman í orkumálunum og Kristrún er að pakka ykkur saman í hagræðingamálunum. Ég er bara ekki sammála því að prinsipi skipti ekki máli vegna þess að lítil prinsip verða síðan stór og við getum bara tekið annað dæmi í þessu. Það er hérna þegar Logi, hann fyrir að tala fjölmiðla og ríkisstjórnin að því Morgunblaðið er búið að vera að tala við eða birta ákveðnar staðreyndir flokk fólksins. Þetta meira kaffi? Já takk. Þá leiðu Morgunblaðið farið að birta ákveðnar staðreyndir flokk fólksins. Hvað gerist þá? Þá er farið að í að því að það er að lækka styrki til 2 aðila og fyrst segja menn þið vitið ekkert hvað styrki við erum að fara að lækka en svo segir Logi það bara í viðtali við Andrés Magnússon að það sé hjá Sín og Morgunblaðinu. Þetta eru 2 stærstu fjölmiðlafyrirtæki sem eru aðhald fyrir RÚV og þarna er bara orðið stærra prinsip. Ef að fjölmiðlar fjórðavaldir tjáu sig að þá sé bara næsta skref á dagskrá að því að þetta er fáránlegt þetta styrkjakerfi almennt og ég bara er á því sko. En þá sé bara þeir hafa fjárveitingavald til þeirra og þá sé þeim hótað. Þannig að þú veist, ef þú bregst í litlu prinsipunum þá vísar það er ákveðið hugarfar sem er hérna í gangi sem að sko hvort sem það er ég mun allavega standa fyrir það Þórarinn alltaf að litlu prinsipin ég mun líka ávarpa þau og stórumálin, ég mun sjálfsögðu ávarpa þau, en þegar þú sýnir ákveðin karaktereinkenni í þá átt að ætla bara eins og með þingflokksherbergið, auðvitað er það fyrir fólki bara barnalegt mál, en það eru reglur og þegar þér líkar ekki reglunum þá bara breytur reglunum og það er lítið prinsip, hefur engin sérstök áhrif og bara hlægilegt fyrir almenning, en hvað er það næsta prinsip? Svona verður bara alræði til, þú veist það sjálfur og þess vegna skiptir þetta máli. Það má ekki bara segja að það er svo ódýrt að varpa þessu bara yfir og það, þetta sé bara eitthvað smá atrið. Ég er sammáli, þetta eru í raun
og Jóhann Páll hafi gælt þarna á Sigurð Inga, ég er ekki að verja Sigurð Inga, ég bara, þú veist, nýkomin inn í þetta og ég horfi upp á ákveðin órétt og það er kannski bara minn feill að taka eftir því og ávarpa það. Nei, ég er ekki að segja Nei, og ég er ekki neitt fórnarhlutur heldur hér, sko. Þetta er bara, mér finnst þetta bara svona ákveðin hættuleg vegferð og ég held að fólk sem hegði sér svona, það endi alltaf einhvern veginn undir lestinu og endarann sjálf og þetta er þá mínar ráðleggingar inn í stjórnmál til samfélkingarnar. ég einhvern veginn, mér finnst ég ekki hafa, ég er mjög mikið á tánum gagvart einhverju svona allræðis tilburðum, sko, að mér finnst ég ekki allavega vera búin að greina það neitt mikið hjá þessari ríkisstjórn en vissulega ef að það kemur upp að þá fer ég á afturlappunar alveg eins og ég gerði það þegar Sjálfstæðisflokkurinn lokaði mig inni í 2 ár. Já. En það er náttúrulega var alveg hrikalegt, sko. Og bara við vitum það núna, það var hrikalegt að gagnrýna á sínum tíma, sko. Og þar er ég algjörlega borðið þínu báti og það var náttúrulega bara, og það er þess vegna verðum við þegar litu atvikinn sem gefa vísbendingur eitthvað svona sem ég fara að gerast ekki láta þau bara óa talin og hlæja síðan bara að því það, og ég er ekki að segja að þú sitt að hlæja því en bara almennt að ég tala bara frá hjartanu í þessu COVID-dæmi öllu. Þú veist, ég las hverja einustu rannsókn sem birtist frá Suður Afríku sem var einhverjum 2 mánuðum undan okkur í COVID-ferlinu og horfa síðan upp á sko aðgerðir þríeykisins að því stjórnmáli voru algjörlega tekinu sambandi, það var algjört ábyrgðarleysi sem fór í gang þar, algjörlega sammála því og ég mun ekki, þú veist, þá mun ég á minni vakt, þó ég þurfa að tala gegn öllum þingheimi, þá mun ég tala gegn því ef eitthvað svona fyrir í gang, ef ég verði varið við það. Þess vegna er ég að minnast á þessi litla atrið og COVID er gott dæmi þetta. Bara heil þjóð, hún bara hneigði svo og beygði eftir ákvörðunum 3 einstaklinga og margar þeirra voru þannig að þú sást að þær voru ekki réttar að því það voru bara vísindaleg gögn sem sýndu fram á annað eins og bara, ég veit ekki hvort það tala mikið um þetta, bara ómikron afbrigði sem var bara hættulaust. Það var miklu betra að smita bara alla þjóðuna því 1, 2 og 3 og bara mynda ónæmi gagnvart veirunu og þá var þetta bara búið mál. Þess að halda áfram með einhverju bólusetningu á 3 mánaða fresti sem síðan hefur sýnt að aukaverkarnir þar eru bara að mörgu leyti bara töluvert hættulegar. Já, ég bara er... Hafðu það? Já, ég er bara ég er ánægður að þú sért komið með álhattinn hérna. Ég er bara... Ég hef alltaf verið með, og þú veist það, og þú ert ekki með einn álhatt og ég er ekki með einn álhatt. Þetta eru bara staðreyndir. Og þetta var... Ég er með marga álhatta, sko. Nei, ég meina að þetta er bara eins og að Christopher Hitchens heitinn sagði náttúrulega á sínum tíma bara að allir sem að svona stóðu upp gegn ríkisvaldinu á þeim tíma sem að ríkisvaldið var að reyna að ná einhverju gegn voru kallaðir samsæriskenningasmiðir og það hefur við höfum verið í gegnum sko, já, sérstaklega svona síðastliðina svona 80 áratugir hefur verið einmitt í þessu að vera allir sem að gagnrýna eitthvað sem að stjórnvöld gera kallar samsæriskenningasmiðir og það er mjög, hvað ég að segja, skilvirt hugtak til þess að þakka niður umræðum. Já, bara drepa málun og dreif og þú bara afgreitur sem samsæriskenningasinni einhver. Þú veist, ég bara sjálfur náttúrulega hef alveg gert þetta örugglega gegnum tíðina. Það er bara eitthvað afgreitt sem samsæriskenninga því að meginstraumur segir annað, maður hefur ekki nefnt að pæla í því. Þannig eru náttúrulega bara flestir, við erum þannig flest. Við getum ekki sökt okkur ofan í öll mál. Við signum bara áfram og treystum því það sem svona heyrum utan á okkur að það sé rétt og ef allir hegða sér þannig þá er mjög líklegt að það sé rétt. Það er svona hegðun sem er samt, sko, hún er varhugaverð. Við verðum að vera svona gagnrýnir lýðræðisþegar á það sem er verið að gera og það, þú veist, og það er náttúrulega partur af því sem við í skólanum eigum að gera en erfitt að gera það ef að krakkarnir sko er ekki með orðafóra til að hugsa um það eins og niður. Nákvæmlega. Þá langar mig að tala svona eitthvað sem hefur verið viðloðið við það að vera einhvers konar samsæriskenning en mér finnst það bara að vera alls ekki vera en það er svona þróun í Evrópu varðar mismunandi menningar heima og þú sko langar að tengja inn í það sem við vorum að tala núna út af því að þetta mál í Breiðholtsskóla tengist óumflýjanlega mismunandi menningar heimum. Evrópa er búin að klúðra öllu sem við kemur því að taka farsælega á móti fólki frá öðrum menningarheimum og núna erum við þeirri stöðu að við erum eins og þú varst að tala með Suður Afríku, við erum aðeins og eftir á en við erum alltaf að sjá teikni meira og meira þess átt. Sko út af því að þú varst
skólastjóri, bæði Réttarholtsskóla og Melaskóla. Þú hefur sjálfkrafa, eðli máls samkvæmt, þurft að takast á við svona mál. Varðar, ég ætla ekki að fara að segja að fara út í ákveðin mál, en þú hefur þurft að takast á við mál varðar mismunandi menningarheima, ég bara gerir ráð fyrir því. Og núna ég sjálfur með stráka frá Pakistan, frá Kúrdistan, Sýrlandi, Íran, fleiri stöðum. Og mér þykir alveg óendanlega vænt þessa stráka. Og ég, ástæðan fyrir því ég að tala svona ótrúlega mikið þetta út af því að það einhverjir inngildingasérfræðingar sem að vinna bæði hjá borginni og víðar innan stjórnsýslunar sem að hafa það fyrir stafni að í stað þess að takast á við vandamál þá þeirra helsta verkefnið að hylja yfir vandamál. Og þetta tel ég vera stórkostlega vanda og ég tel að þetta fólk sem að talar fyrir fjölmenningarsamfélagi og inngildingarstefnu og öllu þessu séu stórhættuleg og í síauknum mæli einfaldlega út af því að þetta það fólk sem mun bera ábyrgð á því hatri sem að strákaninn sem ég að kenna munu verða fyrir ef að það verður ekki talað fullorðinslega þessi mál. Og ég veit að það fullt af einhvern svona rasistum og skítarum sem eru rosalega hrifnar því sem ég að segja þessi mál en ég aftur á móti segja bara og ég segja það oft að bara þú veist við erum alls ekki að taka í sama streng en hins vegar þá það mjög mikilvægt að við séum ekki að gera það sama og var gert til dæmis eins og Suðurnesjunum þar sem allir íbúar vissu nákvæmlega hvað ræddi en stjórnvöld á höfuðborgarsvæðinu sögðu bara já nei þetta nú bara ekkert mál og þetta bara einhver hræðsluáróður. Núna erum við bara komin á þann stað og þetta mál sérstaklega svona vitnar til þess að við erum komin á algjöra endastöð í því að fara að ákveða hvort að við ætlum að fara að reyna að gera betur en Evrópa eða hvort við förum nákvæmlega sömu leið á Evrópa. Hvað það innan skólakerfisins sem að gera það að verkum að þú gast tekist á við svona vandamál betur heldur en aðrir? Já, þetta góð og stór spurning. Það þú talar árekstrar menningarheima. Það alveg munur að taka á móti börnum. Börnin sjálf sem persónur náttúrulega ólík, en svo kemur ákveðin menningarmunur með þeim. Og það voru alls konar börn í þessum báðum skólum sem að ég var að vinna við. Og það gekk mjög vel að vinna með þessum börnum en það sem gekk ekki vel var að kenna þeim íslensku. Það var ákveðin vandi. Hversna gekk það vel? Það náttúrulega, það má ekki, hvort sem það þessi börn eða önnur, það má ekki myndast svona einhvers konar kjarni sem nær einhverjum völdum innan skólans, kjarni barna. Hvaða börn eru líklegust til að sýna einhverja hegðun sem ekki góð? Það börn sem finnast þau ekki tilheyra, koma aðstæðum þar sem að einhver hegðun eðlileg, inn í aðstæðum sem sú hegðun ekki eðlileg. Börn, bara þegar þau fæðast þau bara öll eins. Og svo náttúrulega alastu upp í ákveðnu umhverfi. Ef þú elst upp við alkóhólisma og erfiðleika þá kemur brotin inn í skólan og treystir ekki jafnvel ekki fullorðnu fólki. Sama á við ef þú kemur frá stríðshrjáðum svæðum. Þessi börn sem koma þaðan, ég tók á móti börnum frá Suður-Ameríkuríki, ég ætla ekki að nefna hvaða ríki það en það voru stúlkur og drengir. Stúlkurnar aðlöguðust töluvert hratt. Þær fóru út á vinnumarkaðinn bara í 9. og 10. bekk, fóru að vinna í Krónun og Bónus og lærði íslenskuna, meðan strákarnir voru uppfyllir af einhvers konar stolti, karlmannlegu stolti, einhverju myndu kalla það eitraða karlmennsku, og þeir voru síður tilbúnir að læra íslensku og þeim fannst svona þeir ekki tilheyra hópnum og þeir höfðu líka upplifað það að tveir þeirra að horfðu upp á frænda sinn afhöfðaðan og frængu sína nauðgað. Þeir voru samt, þeirra draumur eftir skólan var að fara til þessa ríkis og gerast skæruliðar í þeim hópi sem að gerði þetta við frændfólk þeirra. Þannig að þegar við erum með börn og það fullt af börnum, þetta náttúrulega bara einhver saga sem eru bara raunveruleg, fara fullt af börnum sem hafa upplifað þetta
og þegar þau börn koma úr alls konar kreðsum inn í eitthvað íslensk grunnskólakerfi þar sem að það fylgir ekki með þeim ákveðið fjármagn og ákveðin sérfræði þekking. Þessi krakkar þurfa bara á ofboðslega miklum stuðningi að halda. Þau þurfa miklu meiri stuðning heldur en þessi góðu yfirvöld. Það engum greiði gerði með því að segja bara tökum við og svo börnunum og fjölskyldunum dælt inn í hverfin. Það þarf að, þetta eru manneskjur og það getur verið alls konar hugarástand hjá þeim, eins og þú ert að kenna þeim bóks, þú finnur það, þetta eru góði krakkar, en þeir geta komið úr alls konar aðstæðum, alveg svo íslensku börnin. Þess að þarf að taka á því, það þarf að hjálpa þeim og það þarf massíft að hjálpa þeim. Það þarf ekki bara að hafa einn kennarar með ykkur 6-7 krakka eða 1 á 2, heldur þarf að kenna þeim þannig að þau læri á íslenskt samfélag. Þau verði ekki bara félagslega stimpluð að það drengur sem 7 ára og hann vil fylgja einhverju stúlku í bekknum heim af því hann ætlar að giftast henni og hann segir það bara upphátt af því að það bara kannski hegðun sem hefur verið bara þótt eðlileg í hans ríki og hann skrifar ástarbréf og alls konar og bara heldur áfram og áfram því að það leiðin það sem hann kann og honum hefur verið kennt. Þessi drengur fær ákveðna félagslega höfnun. Ef hann fær félagslega höfnin hann þá ekki líklegur til að bregðast einhvern veginn við og segja að séu 4 þannig saman. Þeim finnst samfélagið þá bregðast við þeim að rangan hátt. Þannig að þetta eru svona flókin mál sem að þeir sem hafa völdin, það er rosalega auðvelt að vera góður að segja komið til okkar og láta segja einhvern annan þurfa að sinna því. Við verðum að sinna því frá A til Ö þannig að það sé vel gert. Við getum, svo er ég ekki dómbar á það hvort það sé hægt að það er erfiðara að sameina menningarheima heldur en ólíka menningarheima heldur en líka menningarheima. Það bara gefur augaleið. En það við ættum að geta í flestum tilfellum náð árangur með þetta og þá þurfum við líka bara að mæla það. Við þurfum bara skoðum hérna einhvern skóla sem þetta er gert vel. Mælum upp á við hvernig þetta hvernig barninu líður, hvernig það hefur gengið. Skoðum síðan eftir einhvern tíma hvað hefur gerst. Hefur barnið, er það farið að tala íslensku? Er það farið að umgangast Ísland þannig að það finnir sig bara tilheyra landinu? Eða er það bara ítast langt út á kantinn eins og hefur gerst í Evrópu? Við höfum vítin til að varast þau. Þú nefnir það bara réttilega. Evrópu er á vondum stað. Svíþjóð, það eru bara heilu hverfin, þar undir lögð, þar sem að fólk leggur ekki í að fara inn í hverfin. Og ég held að innst inni er þetta bara ótti líka hjá því fólki. Ég held að fólki í þeim hverfum líði ekkert vel. Það eru einhverja klíkur sem halda þeim í einhverjum heljargreipum. Ekki fara þessa leið Íslendingar. Gerum þetta vel. Tökum við þeim sem við ráðum við og gerum vel með þeim. Það er engum greiði gerðið með hinn. Engin. Nei, það er líka bara, þannig, ég menna, núna allir eins og í London, þá er flótti sérstaklega svona efri stéttar, svona milli og efri stéttar fólks sem að flýr einfallega hverfin eða flýr Bretland. Það hefur aldrei mikið fjármagn tapast held ég er ekki með tölfræðina 100% en það verður langflestir þeir sem eiga 1.000.000 pund eða meira eru í mjög stórum stór hluti fólks sem er með slíkar fjárupphæðir sem er að flýja Bretland út af því að hverfið er orðið óöruggt og allt er orðið verra er varðar bara svona nærumhverfi fólks á mjög mörgum svæðum, sérstaklega í London. Og ég hef verið að velta þessu fyrir mér út af því að það sem við erum alltaf bara að tala og við höfum reynda rætt áður er að ef við grípum ekki það hvernig PISA-kannanir er að koma út að það mun það leiða til óskiluvirks og allt of stórs fangelsmálakerfis, síaukinn þrýsting á félagsleg kerfi og síaukinn þrýsting náttúrulega bara á öll kerfi sem að síðan leiðir til þess að það eru ákveðin hverfi þar sem að fólk flýr, þar verða aukin félagsleg vandamál út af því að fólk safnast saman þar, fasteignaverð lækkar og verður allt bara töluvert verra og enda náttúrulega með því að fólk flýr land. Og ég veit alveg að það eru mjög margir út af því að það eru margir sem hugsa nei, Íslendingar koma hingað og eftir læknisfræði þó svo þeir getur fengið hærri kjör að koma þar aftur til Íslands en ef að það er ekki hægt að koma aftur til lands sem að getur boðið þér öruggt umhverfi sem er svona helsta ástæðan fyrir því að fólk vill búa á einhvern tilteknum stað
að þá það ekki svo fjarlæg martröð, svo ég orða það nú þannig. Og ég hef myndi verið að pæla í þessu sko í sambandi við félagslegan sko auð og félagslegt traust. Paul Collier talar einmitt svona ekki ekki mutual respect, heldur mutual regard, ég kann nú ekki alveg íslenska þetta, en að sko þú hafir ákveðin ágóða af ánægju annara í sinni tilvist, og að þegar að þú komið með fólk sem að missir það er að segja að þú berð ekki ánægju af velgengni annara, að þá ertu komin á mjög vondan stað, og þetta sé eitthvað sem óumflýjanlega fylgir mismunandi menningarheimum ef það koma í of stórum stíl. Og hann talar mjög einmitt opinskátt það hvernig Bretland rauninni bara á leið til bara mjög vondan stað, sem náttúrulega líka ástæðan fyrir því að núna UK Reform UK segi ég, orðinn stærsti flokkurinn. AfD að öllum líkindum að fara að ná mjög góðum árangri í Þýskalandi. Þeir nú bara með sinni stefnusgrá bara að taka niður allar moskur í Þýskalandi. Og eins og segi, fólk einhvern veginn finnst þetta að vera rosalega fjarlægt. Þetta ekki svo fjarlægt, og þetta mitt eins og ég segi, þetta nær niður í skólakerfið sem líka auðveldasti staðurinn til þess að byrja að takast á við þetta. Og ég verið að segja að sko, ef að við spyrjum okkur ekki einfaldra spurninga í dag, þá munum við þurfa að svara miklu erfiðara spurningu síðan meir. Já, sko skólinn góður staður til að hjálpa samfélögum að takast á við flækjur. Það bara þannig, og þess að það afburða fólk inn í skólana. Vonandi verða það ekki þannig að Íslendingar fara að flýja frá Íslandi, en allar breytingar sem gerast hratt hvað menningu varðar, þær skapa ákveðna ógn og óvissu í hugum fólks. Það bara ákveðin staðrind, og það getur alveg að segja það eigi kannski ekki gera það, en það virðist gera það, og það sýnir sig bara á hegðun milljóna manna að það gerir það. Og við þurfum bara að segja það gerir það, hvort sem að, við reynum að upplýsa fólkið ekki. Það ákveðin svona frumkvöt bara fyrir okkur sem ættbólka á steinaldamenningu. Við héldum saman og stóðum saman, það var öryggi í ættbálknum, aðrir voru ógn, og þetta alveg bóttið inn í þróun, bara að við erum hrædd og það ógn að fá aðra að. Það sem í raun hefur gerst í þessum löndum, það sem að þetta komið sem lengst, það sem að það gengur verst aðlögun og inngilding, þá það bitnar það samt á endanum verst á því fólki sem við erum að fá til landsins. Og það þannig að það verður einmitt moskur brendar og hitt og þetta, sem einhvern veginn svo ábúðslega ósækjart gagnvart þessum bara massanum sem bara yndislegur. En það þessi menningarmunur sem að sko, við erum bara menn, og við þurfum að horfast í augu það ef maður kemur frá Íslandi og kemur til London og fer inn í hverfi þar sem að menningin allt öðruvísi, maður fær á svona ákveðna tilfinningu. Það bara sýnir hvað maður mikil sveitamaður, skilurðu, en það samt tilfinning sem birtist, og ætla að afneita því. Ég ekki að segja hún sé rétt að við höfum einhvern veginn að tryllast gegn öðru fólki, alls ekki, en við verðum að hafa þetta þannig að allar þessar breytingar á samfélaginu gerist það hægt að það séu allir sáttur við þá að hægt þannig að okkur líði bara vel, og bæði þeim sem eru að koma og breyta og auðga samfélagið á köflum, fullt af einhverju flottu sem að koma inn með nýri menningu, en það má ekki verða þannig að frumhvatir okkar taki yfir, því það bara staðurinn, það gerist. Það bara hefur sýnt sig, ef við ætlum bara neita að horfast í augu við það að við innst inni erum við líka bara dýr, og ég veit að það eru margir sem segja bara umhverfið og uppeldið skiptir mestu máli. Við erum líka bara genetísk dýr sem bregðumst bara við aðstæðum, og það alveg auðvelt að fá fólk í alls konar fylkingar. Þannig að þeim sem að koma til landsins, við þurfum að veita þeim skjól, koma úr öðrum menningarheimum, gerum það vel, þannig að fólk finni það að það sé velkomið, og það sé líka þá tilbúið, það miklu meira tilbúið að taka þátt í því
í íslensku samfélagi, það finnur það er velkomið, en ef það finnur það eru of margir, við ráðum ekki við það byrjar að skapast óvild, þetta fólk bregst á líka við, því að það er líka bara fólk, það bregst á við með einhverjum hætti sem er jafnvel neikvæður og það þá réttlætir aðgerðir einhverja annara, svona spanast þau upp, þannig tökum við þeim sem við ráðum við að taka við og gerum það vel. Þú segir að íbúðaverð lækki í einhvern hverfum, já, fasteignaverð, já, það er rétt, fyrir vikið þá er ódýrara að kaupa þær og fólk sem er að koma hingað á flóttu eitthvað slíkt, þá er venjulega ekki mikið pening, þá er það líklegra til að kaupa þar og þetta er það bara þróun sem verður að fólki safna saman á eitt stað, það verður miklu síður í íslensku málumhverfi, það sér síður íslenskar hefðir og menningu, það tengir síður samfélaginu, þannig að þetta er svona bara neikvæður spírall sem við verðum að hugsa því að þessi fólk er engin greiði gerði með því að þetta sé staðan. Gerum þetta betur þannig að þetta fólk og við getum nýtt það jákvæða og góða því að við höfum alveg efna á því að sinna slattaða fólki en svo staðan er þegar pólitíkusar er eitthvað að slá sittir riddara með því að við getum bara tekið endalaust við og hugsa bara, hver á að taka síðan, eiga skólarnir að gera það, höfum þá innviðina tilbúna að gera það, þú gerir ekki svona hluti, þú bara gerir ekki eitthvað, veður á stað og svo er bara engin almennilega tilbúin að taka við þessu, þannig að vel sé, af því að þetta er fólk, við verðum að sinna því eins og sé fólk, þetta er bara ekki einhverjar hænur sem við setjum í búr og flytjum á milli landa. Nei. Við höfum líka rætt sem við þá hvernig við tökumst á við þetta. Vanhæfnin er eiginlega bara með ólíkindum. Já, hún er það. Það er eiginlega, ef það væri ekki svona alvarlegt, þá væri þetta hlægilegt. En með við þær forsendur, það sem ég hef líka talað verið, er að ég styð kröfur kennara. Einfaldlega ekki út af því að ég tel að þeir kennarar sem séu innan kerfisins núna eða skilið, heldur til þess að leitist í þetta fólk sem að hefur fjárhagslegan ágóða, samhliða náttúrulega tilfinningalega og öðrum ágóða sem að fylgir því að vera í kennslu. En ég aftur á móti til að það þarf að breytast að þegar þú hittir manneskju á djamminu eða eitthvað og hún spyrir hvað gerir þú, ég segi hvað ég geri, ég spyr hana hvað gerir þú, ég er kennari. Já, ok, hvað ætlar þú svo að gera? Akkurat. Það verður að hverfa frá þessu og viðbrögðin mín, vona ég, eftir 20 ár, verði þau að ég segi, hvað gerirðu? Ég er kennari, já, ok, wow. Já, það er yndislegt að heyra þig tala svona og ég er svo algjörlega sammálaður í þessu. Það á að vera regla, ekki hapdrætti að öll börn fái mjög góða kennara. Og kennarar eiga að vera þannig að þeir hvar sem þeir eru að þeir geti stoltir sagt frá því að þeir séu að mennta æsku landsins. Og það sem er bara, ég veit að þetta er hægt, til dæmis í hverfinu okkar upp í Réttarholtsskóla, það sem að foreldrarnir voru allavega og eru nálægt 100% ánægðir með skólann. Þá þýðir það bara það, þegar þú ferður til búð og hittir eitthvað í hverfinu og segir þú ert kennari í Réttarholtsskóla, þá kemur eitthvað jákvætt, þá kemur eitthvað góð saga eitthvað jákvætt sem hefur gerst. Og þetta er ákveðin auðlind sem að kennarar í ákveðnum skólum eiga og það er ekki þannig að þeir hafa fengið þetta gefins úr einhvern serióspakka, heldur þetta áunnið. Þetta er áunnið í gegnum ár og áratugi að byggja upp samfélög sem njóta virðingar. Virðingin er áunnin. Við verðum að hætta einhvern veginn að sem stétt að fara inn í þetta að það sé allir vondið við okkur og það skilja okkur enginn og það sé alltaf verið að níðast á okkur. Þetta er svona hugarfar sem dregur mann bara niður og maður bara brotnar bara inn í sig með þessu og þú túlkar í raun öll viðbrögð sem eru gagnrýni sem árás á þig. Þetta gengur ekki svona sko. Ég hef alla tíð talað þetta starf þannig upp að við höfum fullt af kostum. Það verður að tala vinnutíma kennara og allir eru að vinna svo mikið og heita þetta. Við höfum það líka tölvöld frjálsræði í vinnutímanum. Við getum farið stundum fyrr úr vinnunni.
auðvitað erum við mjög bundin á meðan við erum að kenna, saman með leikar þegar hann er að leika í leikriti, hann stekkur ekki á klósettið menn er í hlutverki á sviði, sama er svolítið með kennara, en hann aðeins betur settur, hann getur farið á klósettið, hann þarf ekki að missa eitthvað í gólfið í miðri kennslustund, hann getur farið, og svo er það líka bara yfir sumartíman að, jú, fólk segir að kennara sem er lengri sumarfrí, samkvæmt kjarasamningi eru það ekki, en við höfum 100 og eitthvað klukkutíma sem við ráðum alveg sjálf hvað við notum í og við getum notað þá til að bara endurhræsast og endurnærast. Við erum bara stolt af því, reynum ekki að fela það, þetta er endurmenntun sem má fara fram á þessum tíma, en við erum alltaf, við erum að vinna svo mikið, við erum að gera svo mikið, við erum svo buguð og hver heldur að nenn að fara að læra að vera kennari þegar þetta er samtalið. Þetta er ekki svona. Að kenna er frábært starf, vissulega er það mjög krefjandi, en verulega gefandi. Þetta er starf þar sem betur fyrir framhaldsskólakennara geta það tekið töluvert að yfirvinna á dagvinnutíma, sama með grunnskólakennara marga hverja í unglingadeildum, þeir geta gert það, minna hjá leikskólakennurum og bara lítið og yngri barnakennurum. Þeir þyrftu að fá verulega launahækkun og auðvitað allir kennarar, góðir kennarar, en þetta hættum að tala starfið okkar, að það sé ykkur bara kvöl og pína. Það er enginn sem er með byssu í höfuð okkur að segja, farðu að vinna á þessu vinnustað. Það þurfum menn bara að hætta ef þeir eru á þessum stað. Já, ætlar bara allir kennarar hætti? Nei, ég ætti að þeir kennarar hætti sem að tala svona og tala einhvern veginn starfið sitt niður, ber ekki virðingu fyrir sjálfum sér. Hvernig á þá að bera virðingu fyrir stétt eða fólki sem ber ekki virðingu fyrir sjálfum sér? Ég heyri eiginlega enga stétt tala svona nema kennarar. Ég man bara til að dæmin sanna það, 2004 þegar við fengum eiginlega allt úr verkfallan okkar. 95% fengum við af kröfugerðan okkar. Samt voru kennarar óánægðir. Töluðum að þetta hefði verið annarkvort að fá lög á sig, sem var að fá kúben í hausinn, eða samþykkja samningin, sem hefði verið að fá hamar í hausinn. Í þess að skjóta upp kampavínstöppum og segja bara, heyrðu, við brutum sveitafélaginu á bak aftur og þau voru svo óánægð, þau grenjuðu í okkur í einkasamtölum hvað við höfum fengið mikið fram. Við erum stolt og ánægðir því sem við gerðum. Nei, þá er þetta, kúben eða hamar. Og við höldum bara áfram að grafa hóluna þar sem við erum einhver fórnarlömb og allir að móka yfir okkur. Þetta hjálpar engum. Nei, ég nefnilega, og ég hef líka kvartað yfir þessu í sambandi við, og ég meina kulnun er bara óumflýjanlega risabreita í þessu, það að fólk hafi engan ágóða af því að standa sig vel í vinnu. Það er engir hvatar sem að ýta þér út í það að taka ekki út kulnunafrí. Rosalega margir í fríi út af því að þeir eru í kulnun. Ég veit að fólk verður sárt út í mig fyrir að kalla þetta frí, en það er það sem þetta er. Þetta er kulnunafrí og það eru mjög margir að misnota þetta. Það eru mjög margir sem að vissulega þurfa á veikindaleyfi að halda, en það var nú bara í gær. Ég man ekki hvort það verið fréttíma Stöð 2 eða RÚV, þar sem maður var að fjalla að stærsti hlutin sem er komin í kulnun eða er að hætti í kulnun er 18-29 ára. Hætti þá í símanum. Þú veist, hvað er þetta? Við eina sem við erum að leitast eftir er að fá einhverja fríkeipis sálfræðitíma sem að fólk kallar niðurgreidda sálfræðitíma. Þá er bara einhver annar að borga þetta heldur en þú. Þetta er niðurgreiddir af einhverjum öðrum þú þarf aðeins að standa í lappina líka. 18-29 ára eiga ekki að vera í kulnun. Þeir bara rífa ykkur í gang. Þetta síminn er náttúrulega algjörlega stór hættulegt fyrirbæri og því ég segi síminn enn ekki að fá einhvern útúrsnúning, þá er ég að meina öppin og forritin í símanum. Síminn sem slíkur, ef hann er hérna hliðin á mér, þá er hann ekki að hafa einhver vond svona geislarunar áhrif á mig. Það eru öppin í símanum. En það sem þú nefnir að hvatinn sé lítill, það sem hefur haldið mér í kennslu frá 98 er samt svo endurgjöf sem maður fær frá nemendum. Já, það er ekki nóg. Og foreldrum. Þetta hefur gengið, þegar þú segir þetta er ekki nóg, þá er þetta hefur gengið í unglingaskólum. Ég gat kennt þegar ég var kennari, þá gat ég kennt marga tíma umfram það sem ég átt að kenna og þá fekk ég töluvert fín laun af því ég gat kennt mikið. Þá er eitthvað sem segir þú kendir 150% vinna. Já, ég gat gert þetta af því ég bara var með reynslu og kom með hana og gerði hlutina ákveðin hátt og náði árangri. Það er engin betri endurgjöf heldur en barn eða foreldri sem kemur og þakkar manni fyrir að hafa beint lífið þess innan einhvers konar góðar og réttar brautir.
100 skall aukalögu vasan, já, hann er góður, maður getur keypt sér eitthvað fyrir hann, lagt hann inn og ávastaðan. Allavega ég virka þannig, það bara, ég væri þetta og þú borðar þetta ekki, en þetta allavega þannig að þú færð tilgang, þú finnur fyrir tilgangi, ég held þess að bara, þú finnur ekki fyrir meiri tilgangi í lífinu, en þegar þú hefur gert eitthvað sem hefur raunveruleg, varaleg, jákvæð áhrif á líf annarra, og þú finnur það pottþétt það sem þú hefur í boxinu hjá þér. Það einstaklingar sem hafa náð árangri í boxi og frábæri boxarar, svo einhverjir sem að þú hefur ekkert endilega náð árangri í boxi með, en þú bara tengst og þú fundið bara eitthvað breytingu á þessum krökkum, þau horfa á þig bara Tóti Þórarna, já, og þú ert eitthvað svona hálfguði þeirra augum, og þú finnur, ég hef eitthvað gott að gefa, gott að kenna, gott að leiðsegja, og þau taka mark á þér. Ég veit að þú ert að kinka kollinu núna, ef að myndin ekki á þér, að þetta ótrúlega mikils virði. Já, ég hitti hérna gamla handboltaþjálfara minn og ég var aldrei neitt sérstakur, ég var þetta bara frekar lélugur í handbolta, sko, það er náttúrulega líka 173 cm, sko, og núna, ég var lægri þá, sko, en ég hitti hann og þá vorum við einmitt að ræða þetta, sko, ég var að segja hann að ég hef sjálfur farið í þjálfun og eitthvað hannig, og vorum að ræða nákvæmlega þetta, sko, svona hvaða endurgjöf maður leitast eftir, og hann var að segja, sko, hann var með þetta lið og við vorum Grótta KR, þetta var ekki gott lið, Grótta var alltaf miklu betri, sko, og KR var aldrei með en handbolta, en við einhvern veginn fengum svona hálfpartin, ég ætla ekki að segja að vera stofnaði kringum okkur, en ég held að við höfum verið svona, já, það voru ekki mörg lið þannig kringum Grótta KR, ég held að það vera einu sinni með meistaraflokka eða eitthvað, en Þannig vorum við að ræða þetta með endurgjöfuna, sko, hann sagði, já, við vorum nú ekki, við náðum þetta alltaf, þú veist, það var alltaf, sko, punktstaðan var náttúrulega, við vorum hræðilegir og svo urðum við samt töluvert betri, sko. Já, einmitt. En hann var að segja, skilur, að langmesta endurgjöfun náttúrulega bara að sjá einstaklingar sem getur tekist á við lífið í kjölfarið, sko. Akkurat. Og það sama með boxið hjá okkur, þó svo að við séum að náttúrulega með landsliðsmenn og fleiri sem eru náttúrulega að ná mjög miklum árangri erlendis, töluvert meiri heldur en í mjög langan tíma. Og það ótrúlega gaman og líka bara hjá öðrum liðum frábærir boksarar að gera ótrúlega flotta hluti að þá það samt sem áður þetta sem að skilur langmest eftir þegar maður er kannski að kenna 100 manns á dag ég veit alveg að þú veist, það eru eiginlega mjög litla líkur einhver sé að fara kannski endilega á Ólympíuleikana nema kannski 1 eða 2 sem eiga möguleika á því sko. En aftur á móti það náttúrulega hinir líka sem að gefa manni svona, já, mjög stóran hlut endurgjafarinnar bara í því að maður hefur séð krakkar sem eru rosalega litlir í sér sem að getur tekist af aðstæðunar en aftur á móti sko út af því við vorum að tala um kulnun og fleira að þá það samt sem áður eitthvað sem maður ber að hafa í huga sem að það að já það eru vissulega mikil gulrót sem fyrir hendi þegar þú ert að standa vel í vinnunni og þú færð mikla endurgjöf og krakkinn ánæður en aftur á móti þá náttúrulega það svolítið sko að verka tvíþætt þegar að kannski já, kennarinn ekki með mikinn metnað fyrir svona starfi líklegur til þess að fara í kulnun og þá hann óumflýjanlega með það í huga sem náttúrulega leiðir til þess að svo endurgjöf sem þú ellegar hefðir fengið fyrir að standa vel í starfi kemur aldrei til því. Já, það bara rétt hjá þér. Þannig að það alltaf mikið af lélegum kennurum. Það bara þá að engin kennar að vera lélugur, engin. Það ekkert að bjóða neinu nemendahóp upp á lélegan kennara. Það bara ekki boðlegt að þú stöður að sitja í 40 mínútur eða 80 mínútur, viku eftir viku hjá lélugum kennara. Það bara að vera nei, þetta ekki í lagi. Auðvitað eru flestir sem að ná að sinna þessu almennlega og starfið krefjandi og það getur alveg sko getið innanfrá hversu erfitt það Þetta kennarastarfið mjög erfitt og það hefur verið orðið erfiðar og erfiðar eftir sem tíminu liðið, til dæmis út af símanum eins og við erum nú sammála en það bara þetta þegar þú nærð í gegnum það að krakkarnir koma til þín og vilja að þú hlustir á þau vilja segja þau frá einhvern hlutum ég veit ekki hversu oft það sem komið eitthvað til mín og sagt það vinkonur sem hættar að tala við mig það eitthvað að gerðist eitthvað og ég sendi inn á snappið og þetta gerði svona og þær svöruðu og þá hefur maður sagt, heyrðu, prófa nú bara og farðu og hringdu í hana eða bjóddu nú bara hittu þetta niður á gangi, ég skal vera nálægt eitthvað staðar ef eitthvað, þannig að fara ekki út í eitthvað rugl
og það krakkarnir læra það að tala maður og mann eitthvað sem hefur reynst erfitt, vinkonuslit að því einhver var að kissa kærasta annar eða eitthvað, ræða hlutina eftir á að finna annarkvort lagaða sambandið eða lagast ekki, oftast lagast sambandið. Þarna búið að leggja inn hjá þessum krökkum einhvers konar bjargráð bara inn í framtíðina, að þegar þau lenda í einhverjum vanda að þau takist á með hann sjálf, að það sé ekki foreldrarnir að ringja í foreldra hinnar stúlkunar, heyrðu, hún hérna og svo bara komin einhver skurður á milli og stelpurnar talast ekki við það sem að, þú veist, kannski æsku vinkonur, í stað þess bara að takast á við vandan og leysa hann 1, 2 og 3. Og ef við grípum alla litlu vandana svona strax, það gerist ekki nema við vitum að þeim, og við vitum að þeim þau erum í tengslum við krakkana. Auðvitað ekki þetta kannski að grípa allt alveg alltaf, en ef við gerum þetta eins mikið og við getum, þá fáum við líka frábæra endurgjöf. Jafnvel foreldri sem hringir og segir bara, heyrðu, hún Anna kom inn heim í dag og bara sagði mér að þú hefði spjallað við þar og þetta var, henni bara líður allt öðru, bara takk fyrir þetta. Og svo þegar maður hringir setna og segir að Anna hafi gert það sama við þarna hina stelpuna, þá trúir mamman því eða pappin að því að þeir vita að maður að vinna með barninu að einhverjum jákvæðu uppbyggilegu, í staðis að senda þölupóst og segja bara að Anna hafi nú gert þetta sama og gert við hana og bara reynda að ala hana krakku upp. Veitur hún ekki hvernig hún var í þessum sporum fyrir 2 mánuðum síðan? Þú veist, þetta bara svona munurinn á einhverjum svona samskipta mátum sem að skólar geta átt við foreldra. Annar þeirra skapar bara bál og ef þú komið mörg bál inn í bekkiðin, þá bara brennur upp. Þetta skiptir miklu máli. Mér finnst umræðinu það núna og kennarar umvörpum fagnaði að sem foreldrun sem loksins sagt til syndana, að þeir séu óþolandi, óferjandi og óalandi, takandi börnin úr skóla mánuðum saman og farandi í utanlandsferðir og ef barn fyrir utanlandsferð skapar það eitthvað óró inn í bekknið þeir. Nei, mögulega þá eitthvað krafa að barnið sko læri. Jú, það getur lagt eitthvað aðeins meira álag, en barnið lærir fullt í utanlandsferðinni. Ég ekki að mæla með þessu, en að vera að búa til vandamál úr þessu finnst mér sérstakt. Og mér finnst þetta einhvern veginn að fara í að þetta sé allt foreldrum að kenna. Ég veit ekki hversu oft maður hefur heyrt í umræðinu að við erum sérfræðingar. Í hverju eru þá kennarar sérfræðingar? Þú veist, eru ekki sérfræðingar í því að eiga við börn og eiga í samskipt? Við eigum að vera samskipta sérfræðingar. Við eigum að vera meiri sérfræðingar heldur en hagfræðingurinn sem mamma einhvers eða lögfræðingur sem pappi einhvers. Þau eru hagfræðingur og lögfræðingar, við erum kennarar. Ég veit, þetta alveg svona stór orð, en það þarf stundum að mála myndirnar í ákveðnum litum. Þú veist, öxlum ábyrgð á sjálfum okkar, það mun gefa okkur svo mikið tilbaka. Þetta svona eigin hagsmunurinn sem ég segi þetta, því að ef maður axlar ábyrgð á sjálfum sér og nær árangri, það gefur manni tilgang og lífsfyllingu, það gefur manni virðingu fyrir sjálfum sér og svo færðu virðingu frá öðrum. Þú færð ekki virðingu ef þú ert sífellt einhvern veginn kvartandi og út fórnarlamb. Fólk verður bara þreytt á því og hugsa bara, það er líka erfitt í vinnunni hjá mér. Þegiðu. Þú veist, þannig að þetta þú veist, við kennararnir verðum að pæla í þessu. Ég hef reynt að vera jákvæður út í starfið mitt, annars myndi ég bara hætta. Ég hef reynt að tengjast fólki, tengjast börnum, tengjast samstarfsfólki í minnu og veita því jákvæða endurgjöf, alveg sem ég að hrósa þér fyrir þessi podcastin, hvað ótrúlega duglegur og þrautsegur í að gera þetta. Það er ekkert bara fyrir ykkur sem að hlusta, já, ég bara að stofna podcast eða að gera eitthvað. Það er engin vant að gera það í 2, 3, 4 mánuði, en að halda því út árum saman að gera eitthvað sem nýtt, það er alvöru þrautsega. Og það er eitthvað sem skiptir málu og þetta, ég er með Facebook síðunum minna alls konar umræður þar að þá einmitt saði einn gamall nemandi, já Jón Pétur, mér finnst líka svo gott ef ég ákveð að gera eitthvað daginn eftir að gera það, ekki að fara frá því og gera það ekki. Og þá gæti ég svaraði til, já þetta er mitt andstæðan við það að forðast hlutina, það er að gera þá. Forðunin að ýta hlutum undan sér, að gera hlutin ekki, það styrkir þá neikvæða hegðun og þú gerir ekki hlutina, þá farið svona, þú sleppur við eitthvað og farið svona, já, vá, gott ég fór ekki, þetta er þægilegt. Og þá bara segir líka með þig, heyrðu, næsta það svona kemur upp á, þá sleppur þið bara líka.
næst þegar svona kynur upp á, sleppur þú líka og þannig styrkjur þá hegðun aftur og aftur og aftur, þannig að þú ert bara farin að forðast allt. Þú getur ekki á samtal við einni neitt og þetta er að gerast með kynslóðun okkar núna, þess að hálfgerða týndu kynslóð, að hún getur ekki tekist á við hluti, nú er alhæfi svolítið mikið, bara mála þetta sterkum litum, hún getur ekki tekist almennilega á við hlutina, að vera með krakka í úlingadeild og í menntaskólum og tæki 20 krakka og myndi biðja um að tala saman um eitthvað, þá ættu þau bara í erfiðleikum með það, bæði vegna þess að félagslega þá eru þau svo vön að segja, fara í allt gegnum símana, þannig að þú horfur ekki á aðra mann og þau hafa bara ekki orðaforðan fyrir þær hugsanir sem þau ættu að hafa til að geta rætt mál og þetta er náttúrulega bara graf alvarlegt vanandi lífsgæði allra þessara barna. Og lífsgæði okkar. Já, og samkeppnishæfni landsins og hana nú. Hérna samskipta sérfræðingurinn, kennari, skólamaður og alþingismaður Jón Pétur Simsen, takk fyrir hlý orð og þangað til næst. Hlý og sönn orð. Þegar maður er að hrósa fólki þá þarf maður að segja fyrir hvað það er, af því ef ég væri að hrósa þig fyrir eitthvað rosalegt hávaxinn og flottur, þú veist að þú ert ekki hávaxinn. Já, það var mjög skrítið. Já, en þú veist, ég tek svona ykkt dæmi að því við getum talað svona saman. Já, ég er mjög lítill í mér yfir þessu þannig. Já, akkurat, ég sé það, ég er nóg að tissjú einna, en hérna, við verðum að hrósa fyrir hlutin sem eru gerð og tölum það, hrósum í mötuneytinu fyrir góðan mat. Þú veist, látum kokkin vita, hversu oft fær hann hrós, búin að vinna í mötuneytinu í 12 ár, höfum ekki 3 hrós. Koma, löppum inn í mötuneytinu og hrósum fólki sem er á kassanum í bónus eða vinnur hratt, gerum þetta almennilega. Hrósum fólki, við gleðjumst við yfir það hrósa og þeir sem fá hrósi gleðjast líka, kostar ekki neitt og 2 gleðjast. 2 gleðir, kveðja að sinni. Jón Pétur Simsen, takk aðslega fyrir að koma þangað til næst.